Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum að fara á stað með eitthvað gott efni sem að Drottinn hefur undirbúið fyrir okkur og fengið þennan ágæta mann til þess að flytja. Og svona þetta nú. Þetta ekki hroki að tala það að Guð sé í raun og veru að flytja okkur efni, því að hann í raun og veru vill ekki að neitt sé að kenna sínu fólki nema hann sjálfur. Þetta alveg sambærilegt til það sem að hann sagði við mig þegar ég svona byrja, orðin kannski aðeins meiri þurr bak við eyrun, og sagði hann við mig að hann vildi ekki að aðrir kenndu mér biblíufræðin, heldur ætlaði hann að gera það sjálfur. Og þetta auðvitað viss sannfæring mín það að Drottinn að tala. Hann talar ekki bara fyrir munn þessa manns, hann talar fyrir munn mann og kvenna sem að flytja orðið, því að það nú bara staðreind, og þetta vita menn, svona ef þið skoða það mál aðeins betur. Það stígur enginn fram í þetta embætti nema Guð hafi fyrst kallað hann. Þannig að í raun og veru þurfum við ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því. Ég veit að þú ert ekki sammála þessu, því að þú vilt hafa áhyggjur af því. Hver það sem að tala til okkar. Við verðum að treysta því að Guð verndi sitt. Ég held að sé rosalegur misbrestur á þessu að menn sé að ná upp í þessa hugsun. En Guð segir það sjálfur. Ég mun vernda og varðveita mitt. Hvað merkir þetta? Ætla tengist ekki neitt orðinu? Tengist það kannski fyrst og fremst orðinu? Ef við viljum hafa áhyggjur, þá skulum við hafa áhyggjur. En Drottinn segir að ítraka við okkur, og það klausa það í orði Guðs, hafið ekki áhyggjur. Ég veit það ekki, þetta kannski ekki merkilegu boðskapur í augum allra. Þetta nú samt orð Guðs. Og ef einhver segði þetta ekki merkilega boðskap, væri það þá bara ekki vísbending til viðkomandi hann sé ekki vel að sér í orði Guðs. Við þurfum að vera vel að okkur í orði Guðs. Þá réttlast af okkur alls konar kenningar sem uppstaðið eru bara rangar kenningar. Og ef setjum fram eitthvað í því ljósi sem við vitum af þekkingun og lesturinnum og fræðslinu upp úr orði Guðs, til að mynda þessi atriði að Guð standi vörð sitt, og ég raun og veru tali enginn nema fólk, menn og konur sem hann hefur kallað. Hann hefur kallað marga, fjölmarga, bæði menn og konur. En þetta fólk stígur fram og það með anda Guðs í sér sem mælir. Þessna getur þú bókað að þú fáir réttakennslu og leið góða kennslu, sem sagt úr púlti. Þetta púlt, myndu það. En það sem ofta að gerast í þessum samfélögum skvaldrið í salnum. Það eru líka kennarar, og þar held ég að alls konar bull komi upp, ekki illa meint, ekki af illum hug, heldur beinlínis vanþekkingu fólks sem hefur ekki ennþá þroska til þess að tala það sem það að tala. En ég veit alveg hvernig trúin Hún kveikir eld. Það veit ég vel og var undir sjálfur og ennþá sem betur fyrir undir sjálfur. En munurinn á minni uppásköngu og því sem í dag það þessi þekking, það þessi reynsla af trúnni.
og í reynslu og af reynslu maður raun að tala það sem maður að tala og maður sér í orði Guðs að þetta svona. Þetta líka til þess að gera mann rólegan sjálfur. Þannig að sem sagt villan ef hún í tísku að tala það, en villan sé hún, þá hún ekki tengd púltinu. Ég fullir í það. Salurinn skæður hvað þetta varðar. Þú veist ekki, þú getur ekkert stjórn á þeirri umræðu, því að þú fyrst og fremst veist ekki hann alla. Það oft að spekulera og spá í alls konar. Og maður svo sem heyrt ýmislegt. Þess vegna þarf maður að vera, ég meina sem bara út úr kú, finnst manni stundum. Af hverju? Þegar fólki ekki með sig á réttum stað. Jú, það elskar kirkjuna, það elskar samkomurnar, það elskar þetta og hitt. En svona bakvið að grautast í ykkur allt öðru. Og einhvern veginn að tengja þetta saman, það nú einn vandi, en við erum að tengja alls konar saman. Og svo réttlætu við þessa samspyrðingu. En orðguð stendur bara eitt. Þú getur ekkit spyrt neitt saman við það, og Guð mun aldrei samþykja það. Hann myndi segja við mig, Konráð, þetta orðið mitt, fylgdu því. Punktur og eftir. Hann ekki til umræðu neitt annað. En ég geti verið með ykkur svaka flotta bók hérna, þetta nú nokkuð gott hérna, já, það getur vel verið, en þetta orðið mitt og þú skalt tala það eða sleppa því. Þetta lærdómurinn sem við eigum og höfum í Jesú nafni, það þessi viðmið. Í Kristi allt klift og skorið. Annarkvort ertu kristmegin eða þú ert hinum megin neðan. Að baki hans, ég raun og veru og snýr með andlitið þitt frá honum. Ég raun og veru það þannig. Þannig að það ýmislegt sem við getum verið að velta fyrir okkur og velta vöngum yfir og það allt í lagi og gott mál að velta vöngum yfir þess og hinnu. En við verðum að líka að muna það, ef við erum að velta þess og hinnu fyrir okkur, þá skulum við vera vel grunduð í orði Guðs. Og ef þú ert vel grunduð í orði Guðs, þá næsta víst, þá þú mynd á einhvern stað íta þessu til hliðar. Sem bara bábilju og ekki nothæfan staf. Þannig við þurfum að tryggja okkur í Jesú nafni. Og þú ert að horfa á einstakling, og ef þú ferð í spegil og eftir þá sérðu einstakling. Það þessa fólk sem þarf að vera þetta ábyrga fólk. Hvað ég að mata mig á? Ég hef nú verið svo lukkunar pamfíll að ég hef nú matað mig orði Guðs og tók strax þann pól í hæðinni að halda mér bara þar. Og mér mjög minnist að þessi orð sem Drottinn talaði svo skýrt til mín, Konráð, ég ætla að kenna þér orð mitt sjálfur, ég ætla ekki að láta aðra að kenna þér. Það var ekkert að gera neitt lítið úr þeim sem að kenna. En hann sagði, ég ætla að gera þetta við þig og þetta máli. Hann gerir þetta við alla. Það hann sem að kenna orðið, en ekki fólki í raun og veru sem að tala og jafnvel fræða. Guð að tala í gegnum það. Heilagur andi að tala í gegnum það. Þannig að hann út allt. Hann tók söfnið frá fyrir Jesú. Og hann ræður þar á ríkir og þeir sem að kenna og tala Guðs menn og Guðs konur. Punktur og eftir. En við vorum líka að tala salinn. Hann erfiðari. Þar fæðist margt fram og þetta vita margir, kannski ekki allir, en þetta vita margir og þeir hafa heyrt það á þess að hlutast neitt til það hvað aðrir menn að segja. Það til í nú svona ekkit endilega mjög kurteist, menn mega alveg hafa sína skoðanir
Og það er ekkert mitt að vera að slá á fingur manna. Ég veit að það eru til menn sem voru alltaf að slá á fingur manna. En það er ekki mitt verk. Fólk verður bara að fá að tjá sig og verður svo bara að reka sig á. Þannig lærum við. Einnig þetta er ekki áhyggjuefni, en það er gott að vita af þessu. Hvar vandinn er, sé hann einhvers staðar. Hann er ekki á púltinu, hann er í salnum, í skvaldrinu þar. Og þú veist það jafn vel og ég að það er alls konar verið að tala við borðin þar sem að kaffið er veitt. En eins og ég segi, þá er maður ekki endilega með kennaraprikið að slá í borðið og leiðir þetta. En þetta er talið oft þar og þetta fylgir oft ákveðnu fólki sem er, svona hálfgildings í Jesú nafni. Það kemur fram þegar það byrjar á öllu hinu að það er hálfgildings í Jesú nafni. Hvernig breytum við þessu? Við breytum þess ekki neitt nema við höldum bara áfram að biðja fyrir söfnuðinum og biðja fyrir fólkin í söfnuðinum. Það er ekkert mitt að vera að benda á þennan og hinn, þú þarft nú að taka þetta ekki? Ef ég gerði það og myndi koma til mér, þú þarft að taka þetta ekki? Því að það má finna að okkur öllum ýmislegt. Þannig að þetta er ekki málið. Heldur getum við söðlað eins og Drottinn sagði við mig, leyft honum að kenna sér leksíuna, en þá verðum við líka að vita, hann talar náttúrulega prívat við mig og þig, en þá verðum við líka að vita hvar í salnum örugt er að við séum að fá þessa réttu kennslu, hvar annars staðar en frá púltinu. Hann á það. Jú, það eru margir menn sem koma þangað. En þú veist og trúir, sumir allavega, að fólki þar, það sé bara innblásið frá Guði og þetta sé staðurinn þeirra. Og ef það kemur gestapredikari til okkar, sem að gerist nú, þá getum við líka verið alveg róleg. Því að Drottinn hefur í raun og veru kallað hann fram. Hann hefur allan aðgang og öllum sem stjórna allstaðar. Svo allt í einu er þessi manneskja komin og tala Guðs orð frá púlti og við getum lagt við eyrun. Vandinn er ekki þar. Eins og við vorum að tala áðan, þá er vandinn síðan til staðar í salnum. Það langt síðan ég sá þetta. Og þetta er það sem er erfiðar að eiga við. Vegna þess að ég ætla ekki að vera neitt leiðréttinga búnaður þar. Ég bara hef ekkert leyfi til þess. En þetta hins vegar segir okkur það að við þurfum að biðja fyrir hvort öðru. Við þurfum að biðja það að þegar þetta kemur upp, og þetta kemur alltaf upp, að það hætti, það getum við gert, en meira ekki. Þegar Guð er yfir, hann er líka með þessu máski að svona athuga hvar við erum stödd. Tökum við eftir þessu? Eða bara, eða tökum við ekki eftir þessu? Einhverja samlíkingar á öðrum vettvangi hjá trúuðu fólki en Jesú. Þetta er svona hálfgildingstrú. Þetta er veiklundu trú. Þetta er veikgeðja trú. En samt elskar þetta fólk kirkjuna, en rífur sig ekki frá hinu. Því það er svo spennandi að tala það. Það fær mann til þess að, það logar allt í manni þegar við förum að tala það kannski. Og við tölum kannski miklu oftar og einlægar þessi mál en upp úr orði Guðs. Við megum ekki vera blönk í orði Guðs.
Ég hef hitt menn, já, sem að svona út á við voru, virtist nú vera nokkuð svona öflugir trúmenn. En svo kynntist maður þeim betur og ég held maður gæti nú rætt orð Guðs við þetta fólk. Og þá komst maður að þeirri staðreind að þetta fólk er bara gjörsamlega blátt í trúnni, þannig það var ekki takt að ræða neitt við það trú. Þó svona ytra fas benti til þess og framkoma jafnvel og hegðun. Það var það blátt í trúnni, blátt í orði Guðs. Og manni bara raki roga stans, þessi manneskja, vá maður, hvernig er þetta hægt? Ég dró upp ranga mynd af manneskjunu að þessu leyti, tekkaði fram, þetta var ágætis manneskja, það er ekkert verið að tala neitt það, en að þessu leyti var hún gjörsamlega blank. Hver er staðan hjá þér? Hver er staðan hjá mér? Viltu þú segja þetta við mig ef þú hefðir lent á einhverju spjalli við mig trúmál, hann er bara gjörsamlega blankur í trúna, það er ekkert hægt að tala neitt við hann. Og hvað er búin að vera lengi trúa? Hvað, 40 ár? Margir eru búin að vera lengi, en eru ennþá á þeim stað að þeir eru hálfgildigs, já, í kristninni, finnst gott að koma í kirkjuna, góðar vöflurnar og allt það. Og svo eru þeir einhvers staðar annars staðar líka. Af hverju? Að þeir fari ekki eftir orði Guðs, það sem talað aðskilnað. Þeir hafa aldrei náð upp í þær hæðir hvað aðskilnaður merkir. En við sjálfsögðu dæmum þetta ekki neitt, það er ekkert okkar að vera að dæma þetta eða hitt. En við megum tala það í þeirri von að ágætt fólki, það er ekki vera fólkin við, hinn, bara taki sér taki. Svo fyrir utan það að þá vill drottinn sjálfur alveg skýran aðskilnað verða. En það tekur ekki fram fyrir hendurnar á nokkru manni. Þú verður að koma með honum algjörlega sjálfviljugur og sjálfviljug. Annars gerist ekki neitt. Og ef þú gerir ekki það, kemur ekki frá þessu algjörlega sjálfviljug, þá myndu halda áfram í þessu, að vera á þessum tveimur stöðum. Öðrum megin Guðsvitundin og hinum megin eitthvað allt annað sem kemur Kristi ekkert við. Akkur tala maður svona, af því maður hefur margótt heyrt þetta. Þetta er salurinn. Þetta er ekki púltið. Þetta er yfir kaffibóllanum, þetta er yfir vöfluátinu. Ekki frá púltinu. Við megum ekki vera svona tístígandi í trúnni og þetta er svo sem hvatning sem hefur gengið frá öllum kennurum trúarinnar, allar götur. Og það er ennþá verið að innbra á þessu að þetta er allt fyrir hendi. Orðið talar sveimhugan í trúnni sem getur aldrei fessi, sem getur aldrei ákveðið hvoru megin hann vilji vera. Hann er alltaf að vill náttúrulega vera í Jesú nafni, við þekkjum alveg hvernig trúin er. Og hann kannski tekur sér taki, en að því hann er svo reikull í ráði og í huga og í hjarta, að þá endist það aldrei neitt nema einhvern skamman tíma. Og svo er hann aftur farinn fram í sal og byrjar að tala það sem hann hefur alltaf verið að tala Hvað segir þetta mér? Þetta er bara skýr mynd af því hvar hjarta mitt og þitt er. Þetta er alveg skýr mynd af því hvað þetta er. Þú getur ekki blanda saman Guði og mammon. Guð, peningana er kallaða mammon, en fólk er ekki endilega þar. Það er ekki allir að velta sér upp úr peningum, þó margir gerir það. Þú getur verið að velta þér upp úr einhverjum öðrum andlegum fyrirbærum.
Já, og fundist alveg rosalega spennandi og þú talar miklu meira um það heldur en Jesú nafn. Þetta er salurinn, oft á tíðum. Eða einhver partur salsins, allur salurinn náttúrulega er aldrei þarna. En það getur verið einhverjir einstaklingar, ekki margir, sem eru þarna og þeir þurfa að taka sér taki alveg eins og ég. Dálítið sagði, Konráð, ég ætla að kenna þér sjálfur orð Guðs, ég ætla ekki að láta neinn annan kenna þér og þetta er málið. Og ég var að tala um á það að frá púltinu er Guðs manneski og andi Guðs í henni að virka. Þannig hann talar við fleiri en mig að þessu leyti. Þegar þú heyrir gott Guðs orð, skaltu vita að Guð er að tala til þín sjálfur. Áttaraði á því. Kannski áttaraði á því núna, en þetta sagði hann við mig og þetta ljós er að renna upp fyrir mér að skýrar að þetta er allt saman frá púltinu. Það er staðurinn sem er frátekinn fyrir sjálfan Guð. Fyrir sjálfan Jesú. Og þetta finnst mér vera merkileg hugsun. Þannig áhyggjuefnið er ekki þar. Áhyggjuefnið er hins vegar þessi ráðvilti salur, ef svo má segja. Og það mun áfram verða þannig að einhver hluti af salnum, og ég held þú veitir hvað ég er að tala um þegar ég er að tala um sal, ég er að tala bara um fólki sem kemur í kirkjuna, að það mun alltaf vera svona að einhver partur af þessu fólki situr og spjallar um allt annað en að tala um trú. Og það getur verið svo sem þokkalega aðsér í orðið Guðs, það er ekki málið, en það er líka með hitt og það er vandinn. Það er ekki ennþá klippt á hitt og lefti bara sigla sem sjó. Af því að ég hef vald sem einstaklingur. Ég þarf að klippa á þetta. Ef ég vill ekki klippa á þetta, þá heldur það áfram að vera í þessum farvegi. Og svo er að koma alls konar út úr því, kenningar og umsagnir sem að veiklunda fólki jafnvel, við erum öll veiklunduð, gæti gripið. Og svo verður til úr þessu einhver spinningur sem enginn veit í raun og veru hvað hann er komin. Orð Guðs og hitt með og tilverður ykkur grautur sem er hvorki fugl eða fiskur. Af hverju? Að því orð Guðs eitt virkar, ekkert annað. Þetta er ekki full mikil alhæfing. Þetta er engin alhæfing. Þetta er það sem orð Guðs segir. Þetta er bara staðreind. Og viljum við fara eftir því sem er rétt eða ekki? Við viljum öll fara eftir því sem er rétt. En samt erum við að leyfa okkur það sem að sökku okkur niður í ykkur að svona, já, ég kalla það bara dulspeki einhverja. Hvaðan er hún? Erum við ekki enn búin að átta okkur á því hvað hún er? Þetta er bara beint úr pittinum. Orð Guðs er hreint, það er tært og það er skýrt og það nægir okkur. Við erum gerð fyrir orð Guðs og þegar við fáum orð Guðs, þá erum við fullnægð hjá Guði. En veiklundaður maðurinn, þú, viljum vera líka í einhverju öðru. Eins og ég var að tala um á, þetta er salurinn. Á köflum, hann er það kannski ekki alltaf, en alltaf inn á milli þá verður hann að hluta til þetta. Og þar verður til frasar sem að smegja sér inn í kirkjurnar tíma, en er svo eitt út aftur því að þær voru rangar, þessi frasarnir voru rangir, það er nú bara þannig. Og orð Guðs kemur sér fyrir þar aftur, en hitt slapp í gegn að því að við erum ekki á varðbergi. Ég er ekki að segja það að við eigum að vera í ykkur varðstöðu með augum hvort og öðru og alveg bara eitt
tortryggni og spurningamerki. Það ekkert að tala um það. En við eigum að vera á varðbergi. Ég var að tala um það að ekki að slá á fingurnar á mönnum. Hver á að gera það? En við gerum þetta frá púltinu. Þar eru bjöllurnar, þar eru aðvörunar orðin sem við eigum að flytja. Við erum ekki sem einstaklingar ykkur uppalandur fullorðina manna. Og söfnuðurinn ekki heldur þessi uppalandi fullorðina manna. Hann hefur ekkert vald til þess. Ég og þú erum sjálfráða fólk. Og við ætlum að halda áfram að vera þetta sjálfráða fólk af því að Guð gaf okkur frelsi. Og ef ég vill vera í einhverju rugli með sjálfan, hvernig ætlar þú að stoppa það? Þú getur það ekki, en þú getur haldið áfram að tala til mig sannleikan. Það er sannleikurinn sem gerir okkur frjáls. Sannleikurinn blífur, hann vinnur alltaf sitt verk og heldur áfram að vinna sitt verk. Og ég vil vera undir afli sannleikans. Af hverju? Af því ég geta og ég má það, ég hef heimild til. Af hverju? Af því ég á Jesú í hjarta mínu. Og þú sem átti Jesú í hjarta mínu, þínu, fyrirgeðu ekki mínu, að þú átt sama rétt á fræðslu beint frá lifandi Guði. Er þetta ekki roki? Mér varðar ekkert um það hvað þér finnst roki. En svona er þetta. Þannig að það er langt síðan ég sá að salurinn, ég er ekki að segja að hann er sumbart vandi, eða með réttum orð, hann getur sumbart verið vandi þegar svona staða kemur upp. Að menn eru með kaffibóllan sín og vöfluna að tala um eitthvað allt annað en kemur kirkju og Kristi við. Ég hefur aldrei heyrt þetta. Ég held þú hafur heyrt þetta jafnótt og ég. Og líka er það. Þegar eftir því bara hver afstæðið þín til málsins er. En ég verð að segja það að ég tek ekki þátt í svona samræðu. En ég stekki ekki upp á nefn mér og öskra og hróðufelli, ég er nú ekki sámaður. En sem líka mér samt ekki við. Ég vildi að þetta væri öðruvísi. Ég vil bara að fólk tali Jesú mál þegar það er saman komið sem og búið að gefa sig út fyrir að vera kristin manneskja. Og stöndum bara þar. Þá er þú ekki að blanda inn í það einhverju dulspeki eða hvað þetta heitir, ég veit nú ekki hvað þetta heitir eins og en það við erum að tala um þetta. Og mér finnst þetta rosa spennandi. Þetta er bara djöfulegt afl. Og ef þú hættir það í þessu sem ég bið að þá sástu þetta djöfulega vald á bakvið það. Og það var það sem ýtti þér út. Og hver sýndi þér það? Hver annar en Jesús? Nú rættu það að Jesús tók þig að sér þegar hann frelsaði. Hann sagði við þig þegar hann frelsaði, þú ert minn og þú ert mín. Ég mun aldrei sleppa þér hendinni og það fylgir þér. En þú ert frjáls. Þú getur farið með sjálfa þig út í alls konar rugl. En drottinn með samt með höndin á þér. Hann getur leyft þess að ganga. Þó nú líkið það ekki. Hann getur kallað til þín að þessa leið skulur ekki fara og þú skulur snúa frá þessar leið. Og hann reynir að koma að sannleika sínum að og einhverju stað þá vaknaru, opnar auguðin og segir við sjálfa þig og sjálfa, ég vil ekki lengur vera í þessu rugli. Og þú ferð að það. Að þú sást loksins að þetta var ekki það sem að þú vildir fá og fræðast um. En það var spennandi og meðan á því stóð. Það er vandinn. Við jöfnum þessu saman við það að eiga til Guðs orð. Það gengur aldrei.
Og svo má spyrja eftir, hvar viljum við staðsetja okkur? Bara einhver staðar, það sem okkur dettur í hug sjálf, eða í orði Guðs? Hvað segir Kristur? Ég veit alveg hvað hann myndi segja við þig. Vertu í orði Guðs, punktur og eftir. Og sjáðu skipulagi mitt í söfniðanum. Og hvar þú getur öruglega og örugur heyrt það sem ég að segja. Hann tala frá púltinu. Það staðurinn. Og það kemur enginn nema manneskja sem að Guð hefur útvalið, og nú ertu mér algjörlega saman og þú er ofsið annað. Það er ekki svoleiðis. Það sem Guð á hann. Þess að ég var að segja á þann, sé vandi, og þetta er alltaf ekkert nema vandamál bara það sem fólk er, þá er það í salnum. Er þetta ekki áhugaverð hugsun? Ég myndi segja það, og ef þú skoðar þetta mál, þá sérðu að svona er þetta. Það er ekki verið að dæma neitt, og sjálfsagt hefur maður oft verið þarna líka, en ég vona nú að ég hafi jafnharða rifið mig frá því, hafi ég lent þar. Akkur segi ég þetta, því ég er bara maður eins og þú. Ef að ykkur getur látið leiðast út í svona vitleysu, þá akkur er þá ekki ég. En ég get samt sagt það fullum fetum að hafi það gerst, ég man nú reyndar ekkert eftir neinu atviki, að þá hef ég þá allavega rifið mig frá því mjög fljótt. Og hver velur? Hver nema ég? Hver valdi að fara þessa leið? Hver annar er ég? Hvað fekk mig til þess? Eitthvað sem vakti athygli mína. Þetta er nokkuð spennandi. Og ég jafnvel byrja að leggja veirun, svo fyrir ég að leggja orði í belg, og svo áður en ég veit að þau eru komin á kafin út í eitthvað, inn í eitthvað sem, byrju, hvað er þetta eiginlega? En svo mér komast aldrei á þann stað að segja, hvað er eiginlega þetta? Og þeir fá því enga löngu til að rífa sig frá þessu. En Guð er alltaf að tala. Hann er alltaf að benda okkur á. Gerið sannleikann. Gerið það sem réttar er. Þetta er gegnumgangandi kennsla frá lifandi Guði. Eins og sagði mig Konráð, ég ætla ekki að láta neitt nema mig sjálfan kenna þér. Mér finnst þetta merkilegt. En svo seinna sá maður það eftir að trúin vex og maður fyrir að skilja þetta betur, að þetta ávið náttúrulega bara þá sem eru að tala, þeir tala beint Guðs orð, og nú ertu ekki sammála mér. Því þú séð svo margt annað. Hvernig gat það gerst? Í salnum. Það gerðist það. Neða fólksins sem skvaldrar og talar. Og við veitum að í söfnuði er fólk á misjöfnum stað. Sumir eru rétt skriðnir inn og þeir tala náttúrulega eins og börn. Og svo eru aðrir sem eru búin að vera þarna lengi og þeir tala ennþá eins og börn. En ættu vegna tímans ítrúni að geta verið orðnir bestu fræðarar. En er það ekki að þeir tóku þessu aldrei alvarlega? Þeir voru bara ennþá þessu börnin sem létu leiðast þangað og hingað. Og voru að velta sér upp úr einhverju dulspeki, ég man nú ekki orðið yfir það, þú veist hvað ég er að tala um, og bara enduðu þar jafnvel. Það var svo spennandi þar. Mér finnst ekkert eins spennandi eins og það bara að vera í orði Guðs. Það er alveg greinilega ekkert allir með mér þar. Akkurju, að maður sé ekki bara heppinn maður. Og maður fór aldrei með sjálfan sig neitt út fyrir ramman.
Maður sá ramman mjög fljótt og maður hélt sér bara þar. Og ég kann vel við þennan ramma. Og ég vil vera bara áfram við þennan ramma. Og innan þessa ramma sem mér er ætlað. Og það er orð Guðs. Og þar eru breiðurnar miklar. Því orð Guðs er fylling alls. Allra minna veru. Ég þarf ekkert meira en orð Guðs. Og þetta hef ég viðurkennt fyrir margt löngu. Og ég þarf ekkert meira en orð Guðs. Og ég ætla að vera þar áfram. Og sjálfsagt mun ég halda áfram inn á milli að heyra skvaldrið. En ég skipti mér ekkert af því. Það er ekkert mitt að vera að skipta mér neitt af því. En ég get beðið inn í það og ég beði í Jesú nafni að þetta fari. Ég ræði ekkert yfir fólki. Og ég myndi taka þau illa ef ykkur væri að hluta mín mál sem honum henni varðar hreint ekkert Ég vil bara láta fólki í friði og koma þá með ábendingar ef maður veit að þeir eru réttar. Þá getur komið fram með þær. En þú tekur ekki þátt í einhverju samtölum sem Guðs maður sem koma málinu ekkert við og eru í raun og veru andstæð orði Guðs. Hvað er þessi dulspeki eða hvað þetta heitir? Annað en andstæða við orð Guðs. Og þar eru bara því miður allt og margir. Þeir einhvern veginn snúa þessu sama við orð Guðs en skilja ekki og fatt ekki að með því er það að segja við sjálfan sig ég vil ekki ná alvöru tökum á orði Guðs. Þú verður að blína á það ef þú vilt ná árangri þar. Þannig bara er það. Og það er alveg hægt. Og svo temstu og venstu við að vera bara í orði Guðs. Já, temstu og venstu við. Þú þjálfarið upp í það að vera þarna. Það er hægt. Þetta gerði ég og ég veit að fólk gerir þetta. Af hverju? Þetta tók þessu alltaf alvarlega. Það sá fljótt að þetta var ekki leikur. Þetta var spil upp á líf og dauða. Og við erum ennþá að spila þetta spil upp á líf og dauða. Þess vegna viljum við gera rétt í deginum. Og til að tryggja sér enn betur þar, þá blöndum við ekki ykkur 2 eða 3 eða 4 ólíkum efnum saman við orð Guðs. Það er ekki hægt. Orð Guðs stendur alltaf eftir, bara eins og það er. Þetta er tryggingin mín fyrir því að þú getur leitað í þetta hvenær sem þú vilt, þannig að þú þarft ekkert að fara með því út í eitthvað rugl. Já, rugl. Ruglið er ekki í púltinu, eins og ég var að tala Þar er orð Guðs. Það er langt síðan Drottinn sýndi með þetta. En ruglið sem við verðum að tala hér er fram í salnum, með allir virðingu fyrir salnum. Ég elska salin og fólkið í salnum. Það er ekki málið. En samt þar er þetta allt. Sé það fyrir hendi. Þá er það þar. Og þess vegna erum við að tala þetta, að við verðum að benda á þetta. Menn verða bara að taka til sín eins og þeir vilja. Eða þeir vilja. Þetta eru þetta ábending í kærleikasögð. Kannski sýnist hún við að einhverjum að vera nokkuð hörð. En þetta er ekki harður boðskapur, ég lofa ykkur því. Sannleikurinn er aldrei harður boðskapur. En stundum er sannleikurinn misvel tekin. Það er allt annað mál. En sannleikur er sannleikur og þetta er spurningin sem eftir verður. Vill ég fylgja sannleikanum eða vill ég ekki fylgja honum? Það eru valkostirnir í Jesú nafni.
En við segjum þetta gott á Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.